Í elskur Jesú nafni, kæru vinir. Og ég þakka fyrir hvíldardaginn. Þetta tækifæri til að koma, til að lofsyngja saman. Ég er ein af þessu fólki sem getur verið mjög óskipulögð, allt of oft. Rík úr einu í annað þegar ég er að taka til eða gera ýmislegt heima hjá mér. Ég spurði eitt sinn lækninn minn sem ég talaði oft við í nokkur ár hvað ég geti gert til að breyta mér, því ég sá mig sem mjög gallað eintak af mannesku. Ég lýsti þessum vanda mínum og kvartaði hætti mína og vondavana. Hann horfði rólega á mig og spurði svo, tekst þér ekki að ljúka verkefnunum á endanum? Ég varð hálf kjánalegi framan en svaraði, jú, reyndar, tekst þetta allt á endanum, sem það og gerði og gerir. Síðan hef ég lært að umbera sjálfa mig í stað þess að öfunda alla þá sem virðast vera svo skipulagðir og duglegir og flottir og fullkomnir. Í fyrsta lagi, það er engin fullkomin nema Guð. Hann fyrirgefi mér líka fyrir að vera svona ófullkomin, því hann elskar mig og þráir að sjá mig vaksa, þó það gangi hægt, allt og hægt að mínu mati, tekur allt lífið og meira til. Hefur þér stundum liðið svona, þér sem á þetta hlustar? Hefur þér stundum virst sem að allt væri vonlaust, það yrði ekkert úr neinu, ekkert gengi upp? Hefur þér stundum fundist að jafnvel ofurlítið glas af léttu víni fengi allt til að líta betur út? Og svo var það bara föstum vana og föstum lið í tilverunni. Svo miklu betri líðan og skemmtilegri, eða hvað? Margir hafa valið þá leið að nota eitthvað til að bæta líðan sína, til þess eins að smátt og smátt er lífið farið í súginn. Allt skipulag orðið að ringulreið, heilsan hrunin, heimilið jafnvel uppleist. Börnin óhamingjusöm, sambúðin eða hjónabandið orðið stríðsvettfangur. Listin er endalaus, þetta er bara lýsing á reynslu svo allt og margra í dag. Margra sem uxu upp með einhver brot í sálinni sem vantaði huggun og styrk og fullvissu að vera einhvers virði, vera elskaðir, hafa tilgang. Erfingjar og afkomendur annara reikulla sálna sem kunnu ekki að leita styrks hjá uppsprettu alls kærleika og urðu því misgóðir í að ala upp og næra næstu kynslóð. Við sjáum þessa veröld blasa við okkur. Veröld sem er full af fólki sem hefur misst tökin á lífi sínu, fólk sem virtist hafa allt sem þarf til að byggja upp framtíð sína en kann ekki að skipuleggja, takast á við erfiðleika, láta sér nægja lítið í senn. Heimurinn segir að við þurfum meira og eigum það skilið. Heimurinn segir, hugsaðu það stíft, ímyndaðu þér það og það kemur til þín úr kosmosinu. Hvað er þetta kosmos? Jú, það þýðir alheimur. Og hver skapaði alheiminn? Guð, drottinn okkar og skapari. En fyrir nokkrum árum var enn eitt trendið fyrir gefið sletturnar að taka Guð út og tala sköpun hans sem einhverja uppsprettu óskauppfyllinga. Þetta var hluta svokallaðri nýaldastefnu sem stór hluti hins vestræna heims tók upp, glaðbeittur og frjáls. Fólk talaði að kalla fram, íhuga á, gera að sínu. Notaði gjarnan enska orðið secret sem þýðir leyndarmál. Og ég hef heyrt marga segja hluti eins og ég síkreta bara á þetta til að fá óskir uppfylltar. Þið kannist vel við þetta, þið hafið heyrt þetta. Það er gott að hafa trú og sjálfstraust,
Við höfum nýleg dæmi trú á sjálfum sér og sínum rétti til ríkidæmis. Nóg að fréttum. Málið þó að vel virðist ganga og mikill auður verði til, alltaf eitthvað sem að lokum verður beiskju blandað. Og við sjáum þetta vel, ekki síst í nýlegum fréttum. Verðum svolítið hrygg þegar við hlustum á þessa fréttir, því að margir tapa, margir verða skömminni bráð, margir upplifa sorg og sekt og skríða inn í skuggan. Ég hef verið að lesa baráttu Guðs og manna í gegnum ferðina frá Egyptalandi til landsins fyrirheitna. Að lesa allt það skipulag sem Guð mælti fyrir mikil reynsla, kennsla. Hann var svo nákvæmur að þeir sem lesa Mósebækurnar og allt það sem hann lagði fyrir, tjaldbúðina, bænahaldið, fórnirnar, aftur og aftur og aftur Guð að mæla fyrir skipulag. Og þegar ég fór að íhuga þetta, ekki síst í samanburði við alla ringulreiðina sem við sjáum í kringum okkur, þá fór ég að skilja að þessa manneskjur sem hann var að fást við komu út úr ringulreið, komu út úr eins konar Babylon í Egyptalandi og þurftu nákvæm fyrirmæli, nákvæmt skipulag, aftur og aftur, kennt, nákvæmlega. Og þá fór illa fyrir fólki eða fór ekki eftir því vegna þess að það þurfti aðhald. Já, að lesum alltaf skipulag sem Guð mælti fyrir hefur verið mér kennsla. Ef að Guð væri ekki skipulagður, hvað hefði þá orðið sköpunina, stjörnurnar og sólirnar, svo eitthvað sem nefnt? Getur það orðið án skipulags? Ef við horfum á heiminn og við horfum á náttúruna, það gengur allt eftir sínum reglum. Blómin kom upp á vorina því að það skipulagt, það sköpun. Ef Guð gefur fyrirheit, þá það meir en gulltryggt, ekkert fyrir úrskeiðis, þarf ekkert að síkreta á það. Þegar Guð lofar, stendur það meira en stafur á bók. Munið eftir Jóhannesi í 1. kaflanum og allir ætti að lesa það aftur og aftur og gera sér grein fyrir hvað verið að segja. Að í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Jesú var orðið, hann kom að himni. Hann var brauðið, hann var okkar björgun. Og orðið var Guð, hann var í upphafi hjá Guði. Hann kom frá dýrð sinni til þess að vera meðal okkar syndugra manna. Og í 3. versinu segir, allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans var það ekki neitt sem til Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósi skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur af Guði. Hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar, til að vitna ljósið, eins og við öll að gera. Við að vitna ljós mannanna. Svo að allir skildu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heiminum var orðin til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. Hugsið ykkur, við tókum ekki á móti frelsaranum. Hann kom í sinn eigin vingarð, en þeir sem áttu að gæta garðsins voru orðnir svo fráviltir og blindir að þeir ákváðu að drepa hann. Dæmisögur Jesú voru mér sem barni svo undursamlega skiljanlegar. Kannski þess vegna efaðist ég þegar ég las bókina sem ég vitnaði í þarna áðan. Metsölubók sem því miður heitlaði marga. Ég sá þátt þetta efni og heyrði fólk vitna þessa bók, hve hún hafði heitlað
og tíma afvegaleitt. En leið og þetta sama fólk kynntist Jesú, sá það í gegnum blekkinguna. Ég var vissulega áhugasöm fyrst sem heilagur, en heilagur andi sem ég þekkti ekki þá, hvíslaði örugglega að mér, varaðu þig, þetta ekki allt sem sýnist. Kannski efaðist ég líka að ég gæti einbétt mér nægilega til að koma einhverju til leiðar í eigin mætti. Þetta snerist nefnilega að óska og langa og vilja fá handa sjálfum sér. Ekki fyrir aðra, nei, bara til að upphefja sjálfan sig. Ég segi Guði sé lof að ég var svona léleg að óska mér. Ég komist að því að það að tala við Guð alla hluti svo miklu persónulegra en að tala við kosmosið. Ég get tjáð honum traust mitt og ást. Ég talaði vandamál, börnin mín, barnabörnin, barnabarnabörnin, þeirra sorgir og gleði. Þakkað fyrir lausnir, þakkað fyrir heilsu, já, talaði allt við frelsara minn. Ef ég hefði ekki lært að þekka hann, þá veit ég ekki hvar ég væri. Líklega væri ég jafnvel alkohólisti sem léti vínið létta mér lund og eyðilegði heilsu mína. Væri jafnvel að hanga út í sólarlöndum þar sem ódýrt að lifa og tala fáfengilega hluti og spila minigolf. Ekki að ég hafi neitt við það að athuga að fólk grípi í smá golf eða leiki, en þið skiljið hvað ég að fara. Ef ég hefði ekki kynnst Jesú og orði hans, Biblíunni, öðlast skilning á þeim reglum sem felast í boðorðunum 10 sem leiddu mig til að halda hvíldardaginn og skilja hve dýrmætur hann Hver samvera með þeim sem vilja lofsyngja Drottinn gefandi og dýrmæt. Já, ef ég hefði farið aðra leið, hvað þá? Margir atburður eru í Nýja testamentinu samskipti Jesú við fólk og einn snerti mig djúpt. Það var konuna sem snerti klæðfald hans. Ég heyrði mann segja frá þess á einstakann hátt. Hann predikar í Englandi og talar á mjög húmorískan hátt. Svo fólki hlær en tekur mitt eftir. Hann nær salnum alltaf og fær það til að skella upp úr en leið kemst boðskapur til skila sem svo dýrmætur. Svo ég ætla að lesa þessa frásögn í nútíma útgáfu. Jesús var beðinn að koma til manns sem átti dóttur sem var mjög veik. Hann gekk þarna eftir þröngum strætum og múrinn fylgdi honum. Getum við ímynda okkur fólksfjöldan eins og á 1. maí eða 17. júní. Allavega var fjöldin þéttur og þrengdi allstaðar að Jesú og lærisveinum hans, en allt í einu spyr Jesú, hver snerti mig? Hugsið ykkur, þið út að ganga með vinum og hann spyr og hann fær svarið, slakað á, það allir að snerta einhvern í þessari þröng, meistari, en Jesú gaf sig ekki, einhver snerti mig. Ég fann það greinilega. Já, en meistari, það nú gefið að það verða einhver olnbogaskot í þessari þröng, svara lærisveinarnir. Það nú víst að engin hætta á því einhver steli veskinu þínu. Þú áttu ekkert svoleiðis, meistari. Hver snerti mig, spyr Jesú. Auðvitað vissi hann svarið. Og skjálfandi kona gaf sig fram og fjall að fótum hans. Það var ég sem snerti þig, Herra. Ég búin að vera með kvenleg veikindi í meira en 12 ár og ég hugsaði ef ég bara snerti klæðafald hans mun mér batna. Og batnaði þér? Spurði Jesú, auðvitað vissi hann svarið. Já, svaraði konan, mér batnaði algjörlega. Þarna sérstakt atriði sem ég viðskulum taka eftir. Jesús var að ganga með öllum þessum stóra hópi fólks og takið eftir, Jesús stoppaði þennan fjölda á ferð sinni fyrir eina konu. Erum við að ná þessu? Jesús stöðvaði allan þennan mannfjölda
til að sinna einni konu. Enginn nema hann hefði gert það á þessum stað, á þessum tíma. Hvað segir þetta mér? Jesús sagði að ekki félli einn smáfugl til jarðar án þess að faðirinn vissi. Jesús veit hvert smá atriði í lífi mínu og þínu. Honum aldrei sama þarfir okkar, hvort sem það eru kvenleg vandamál, veikindi sem læknarnir gera lítið úr, hlusta ekki á konur, benda þeim á að taka bara verkjatöflu og leggja sig með hitapoka. Jesús aldrei sama. Kannski vandamáli stundum það að við erum ekki eins og konan í þessari sögu. Við leitum ekki til hans lausn. Við snertum ekki klæðafald hans og treystum á að hann sjái og heyri þjáningar okkar. Við finnum þessa sögu í Mattheusar 9. kapla, versunum 20-22 og í Markúsi 5. kapla, 25-34. Þeir báðir fjölluðu þessa konu og þessa reynslu og það alveg þess virði að skoða hann í þessu ljósi. Hugsið ykkur hvernig hann stöðvaði múginn til að veita einni konu athygli og lækningu. Sérstaka athygli, hughreysingu, að veitti henni allt sem hún þurfti. Ég hef lengi verið að velta fyrir mér bænalífi og bænasvörum. Hvernig ætti að biðja og hvernig ætti að sýna drottni til hlýðilega lotningu. Verð að segja að aðferðafræði mín í bænalífi mínu ekki til fyrirmyndar. Við nútíma fólk kunnum oft ekki að sýna á lotningu sem ber í samanburði við forfeður okkar á tímum Davíðs og Salómons. Jú, ég hef oft farið niður á knén, sérstaklega ef mikið hefur legið á hjarta mínu, en oftast læt ég duga að sitja og spenna greipar. Hvað ætti ég að gera? Ég les fólk sem hefur verið í miklum þrengingum, fast í viðjum eiturlyfja og vímuefna og ég var að lesa ungan mann sem fór í meðferð á kristinni stofnun. Hann átti að baki langa og harða baráttu og hann lýsir því að gefast upp, að fara niður á knén og fela sig að fullu Guði og miskunn hans. Þá fyrst breytist allt. Ég fór líka niður á knén fyrir nokkru og bað heitt fyrir barnabarni mínu því hún núna á þessari sömu stofnun og ég frétti fátt en samt gott af henni. Ég vil trúa því og bið að hún loks upplifi mátt og afl bænarinnar, læri að treysta Guði og fari niður á knén og finni vanmátt sinn eins og konan í sögunni hér að framan. Ég las og þýddi hugleiðingu fyrir nokkru sem ég ætla að leyfa mér að deila með ykkur. Hugleiðingin ber yfirskriftina Konungarnir sem beygja sig. Salómon konungur var þekktur sem vitrastur og auðugastur af konungum Ísraels. Jafnvel erlent kóngafólk, frægust drottningin af Saba, voru hrifin af honum. En Salómon vissi að minnstakosti upphafi stjórnartíðar sinnar að konungdómur hans fölnaði í samanburði við konung himinsins. Þegar hann hafði lokið við musteri sitt fyrir Guð, kraup þessi voldugi konungur á kné frammi fyrir öllum söfnuði Ísraels, rétti út hendur sínar til himins. Þetta í 2. Krónikabók, 7. kapla. Hafið þið tekið eftir því að öldungarnir 24 hafa komið nokkru sinnum fram í opinberunarbókinni hingað til og að í hvert sinn sem við sjáum þá eru þeir að gera hið sama, tilbiðja Guð. Í opinberunarbókinni 4:10 og 5:14 segir: Féllu þeir niður og tilbáðu hann sem lifir alltaf og að eilífu. Í opinberunarbókinni 7:11 stendur: Féllu þeir fram fyrir hásætinu og tilbáðu Guð.
En eru þessir öldungar ekki sjálfur konungar sem sitja í sínu eigin hásæti? Samt munu þeir ekki svo mikið sem lyfta andliti sínu til konungs sem miklu meir en þeir. Þeir bara lúta höfði. Þeir hneigja höfuðið í auðmýkt. Og munið að í Opinberunarbókinni 4:10 segir líka: köstuðu þeir kórónum sínum fyrir hásæti Guðs. Þeir telja sig ekki einu sinni verðuga þess að vera skilgreindir sem konungar í samanburði við konung alheimsins. Hvílík andstæða við konunga þessa heims sem allir munu tilbiðja jarðnenskan konung, sem munu veita vald sitt og ríki sínu til hans, sem við erum að tala jarðneskt vald. Ef að skoða Opinberunarbókina 17. kafla, 17. kafli, versin 13 og 17. Þessir hafa allir eitt ráð og máttin og vald sitt gefa þeir dýrinu. Þessu valdi sem við tölum svo oft Þessir munu heyja stríð við lambið, þetta dýr og valdi þess. Og lambið og þeir sem með því eru, hinir kölluðu og útvöldu og trúu, munu sigra þá, því að lambið drottinn drottna og konungur konunga. Og hver mun heyja stríð við lambið? Minnist þess hver lambið Jesús Kristur, hinn sanni konungur. Í stað þess að beygja sig fyrir Kristi, munu þessi konungar flýja frá honum og þrá dauðan fremur en að leita ásjónu hans. Konungar á jörðu beygja sig fyrir manni, en konungar á himni beygja sig fyrir mannssoninum. Stjórnvöld á jörðu og stjórnvöld á himnum eru sýnd í skýrri hliðstæðu. Ekki missa því sem ritningin óhrekjanlega að lýsa yfir. Þetta kosmíska stríð snýst eitt: tilbeiðslu. Þegar öllu á botninn hvolft, kemur það niður að því hver tilbeiðinn, Kristur eða Satan. Hérna vel orðu bæn sem ég tók líka upp. Hún svona: hátign á himnum megi ég forðast að klifra upp stiga sjálfs upphafningar, heldur beygja mig lágt eins og Daniel í daglegri tilbeiðslu frammi fyrir miskunnarstól þínum. Og í þessum kafla sem rauninni þetta dregið af í Mattheusi 23. kafla og 12. versi, og þar ég ætla nú að lesa frá 7. versi: en þér skuluð ekki láta kalla yður meistara, því einn yðar meistari. Og þér allir bræður, þér skuluð ekki kalla neitt föður yðar á jörðu. Munum við eftir hver kallaða faðir hérna alla jörð? Jæja. Því einn faðir yðar, sá sem á himnum. Þér skuluð ekki heldur láta kalla yður leiðtoga, því einn leiðtogi yðar, Kristur. Sá mesti meðal yðar sé þjónn yðar, hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafinn verða. Þetta snýst tilbeiðslu, þetta snýst auðmýkt og þetta snýst ekki þetta mannlega vald, þó margir sjá ekkert lengra en það. Við skulum íhuga aðeins og vitna í Jósúabók 24. kafla, þar sem að Guð minnir fólkið á: ég gaf yður land sem þér ekkert höfðu fyrirhaft og borgir sem þér höfðu ekki reist, en tókuð yður samt bólfestu í þeim, og víngarða og ólífutré sem þér hafið ekki gróðursett, en njótið nú ávaxta þeirra. Óttist því drottinn og þjónið honum einlæglega og dyggilega og kastið burtu guðum þeim feður yðar þjónuðu fyrir handan fljótið og í Egyptalandi, og þjónið Guði, þjónið drottni. En, þetta Jósúa sem að segja þetta: líkið yður ekki að þjóna drottni, kjósið þá í dag
hverjum þér viljið þjóna, hvort heldur guðum þeim feður eða þjónuðu, þeir bjuggu fyrir handan fljótið, eða guðum Amoríta, hverra land þér nú byggið, en ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Jósúa sýna skýrt fram og þetta snýst ennþá sama mál í dag. Hverjum viljum við þjóna? Hvern viljum við tilbiðja? Hverjum eigum við að lúta? Við þurfum ekki að lúta drottningunni eða konginum í Englandi. Við þurfum heldur ekki að lúta valdinu sem reynir að búa til ný lög hvíldardaginn. Í Jesaja 14, 12-15 getur að líta þetta. Hversu ertu hröpuð á himni, þú árborna morgunstjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil stíga upp til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldi stól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað yst í norðri. Vitum hver sagði þetta? Hann óskaði, hann vildi síkreta á valdið. Ég vil stíga ofar skýjaborgum og gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niðurvarpað í neðstu fylgsni grafarinnar. Og svo ætla ég að lesa hérna lokum úr 19. kafla opinberunarbókarinnar. Og öldungarnir 24, þeir sitja frammi fyrir Guði í hásætum sínum, fjallu fram á ásjónir sínar og tilbáðu Guð og sögðu: Við þökkum þér drottinn Guð, þú alvaldi, þú sem ert og þú sem varst, að þú hefur tekið valdið hið mikla og gjörst konungur. Heiðingjarnir reiddust, en reiði þín kom. Sá tími dauðir skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámönnunum og hinum heilögu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum, og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Og musteri Guðs opnaðist, það sem á himni og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans. Sáttmálsörkin með boðorðunum 10, lífsreglunum okkar. Jesús sem miskunnaði vesalli konu í mannþrönginni forðum daga, hann fylgist með öllu, hann sér og heyrir. Hann þekkir allar fréttir sem við sitjum gapandi yfir, allar spillingu, sorgir og sigra. Hann sigurvegari yfir illskunni. Hann mun koma og dæma og réttlætið hans. Við, eins og þessi umrædda kona, erum honum falin ef við bara treystum og réttum út hendurnar til hans. Amen.